En það mikil spenna í loftinu fyrir úrslitunum í Borgunarbikarnum á morgun og við erum búin að fara vel yfir svona hvernig öllu háttað hérna megin við brúna, verðum við ekki að segja það alltaf tala að fá bikarinn við brúna, en við erum hins vegar ekki búin að farvitnast neitt hvernig staðan hjá stjörnumönnum og Einar Páll Tamimi á línunni hjá mér, hann formaður meistaraflokksins kvenna hjá stjörnunni. Góðan og blessaðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þið þarna í Garðabænum? Hörðu, við segjum bara allt ljómandi gott. Það ekki? Þakkum mikið til viðbúræðins á morgun og vonum að þetta verði skemmtilegt og mikið líf í kringum þetta það verði fyrra. Já, nú eru stelpurnar búin að vera að spila mikið undanfarið og náttúrulega bæði búin að vera í deild og bikar og búin að vera að spila líka erlendis. Já, þetta búið að vera ansi mikið álag og það aftur talið þá heldur við sem að spila 8 leiki á 27 dögum eitthvað leðis. Já. 7 leiki á 27 dögum. Þetta alltaf mjög litlar pásur. En það eru allavega spenntar að mæta í leik og búast náttúrulega við hörkuleik, eða ekki? Jú, ég reikna ekki með neina öðru. Ég held að þetta getur verið æsi spennandi alls til bara loka flauts. Allur leikmannahópurinn, hvað maður segja, bara í lagi? Já, hann í fínu lagi. Engin meiðsla að skjaka okkur eða neitt slíkt. Þannig að ég held að við náum bara að stilla upp því liði sem við viljum stilla upp á morgun. Já, ég sé á svona fréttatilkynningum inn á heimasíðunni hjá okkur að þið allavega bjóðið líka ykkar megin fólki að taka rútur niður á völl. Já, við verðum með smá svona hátíð á Stjörnutorgi sem er við Áskar við völlin hjá okkur á morgun kl. 2 og þar verður þetta svona hefðbundna, það verður grill og hóttukastali og andlismálun og hvað þetta alltaf heitir. Og síðan verður búið upp á rútufæri það niður á völl. Já, glæsilegt. Og það er spurning hvað gerist á morgun, hvort að áhorfandum myndi verið slegið aftur? Ég er algjörlega samfærður áhorfandum myndi verið slegið aftur. Já, ég held ég að verða að vera samanlegar. Þannig að með hvað maður er búin að sjá og margir eru búin að melda sig á leikinn að þá hugsa ég að það verði niðurstaðan. Já, ég á tilkynninguna mun ekki færri skila sig frá Selfossi en gerði í fyrra og það mun örugglega verða fleiri Garðabæingar. Já, þetta verður skemmtilegt. Allavega mjög skemmtilegt andrúmsloft í kringum leikinn hjá báðum liðum. Já, sannarlega. Þetta eru 2 aðbara fótboltalið og verður skemmtilegu fótboltaleikur og það verður bara eitthvað skrítið ef bæjarbúar og Selfoss og í Garðabæ verður ekki spenntir. Nákvæmlega. En gaman að heyra í þér Einar. Eins og ég segi, ég er bara samanlega, við búumst bara við hörku spennandi leik á morgun og verður gaman að fá að fylgjast með. Nákvæmlega, það er strax komið fyrir yngi maður. Já, við erum bara að láta ykkur náttúrulega vita því að leiknum verði lýst í beinni hjá okkur. Já, akkurat. Það hann verður auðvitað sjónvarpa og svo verður við með ykkar lýsingu, þannig að menn geta nálgast þetta hvar þeir eru stattir, svo tótt sen. Já, nákvæmlega, en ég var að kanna þetta hjá Stöð 2. Ég sé að segðu mér að leikurinn er náttúrulega sjónvarpaður á Stöð 2 Sport, en hann er í lokari dagskrá. Já, menn þetta er að fyrsta að heyra því. Já, það er allavega það sem ég fekk að heyra frá þeim, sko. Já, ég held að það hafi ekki verið áður. Nei, þetta er allavega svona eitthvað sem að manni finnist að þetta ætti að vera í opinni dagskrá. Já, ég er nú þar að skoða hana. Margir sem vilja fá að fylgjast með. Akkurat. En gaman að það skuli ganga svona vel í kvennaboltanum og skemmtilegt líka hvað margir vilja fylgjast með. Þetta er bara einstaklega gaman að fá að taka þátt í þessu öllu saman. Já, ég held að því mikið uppgóðstími framöndan í kvennaboltanum fyrir miklu svona jákvæð undiröldu hjá fólki í samfélaginu. Já, nákvæmlega. Einar, gaman að heyra í þér og við bara búumst við hörkuleik á morgun og með betri aðalinn vinna. Já, takk svo um leið og gangi ykkur vel. Takk. Bless.